Ja, Birnir er búin að skrifa undir hjá Stjörnunni. Af hverju ertu komin í Stjörnuna? Mér bara leist vel á það sem í gangi þar. Þeir komin í Evrópu og mér finnst, þeir með ungt og gott lið og unga og góða leikmenn. Alltaf koma nýir ungi leikmenn þar upp. Og mér finnst þeir svona kannski liðið sem á mestu uppbyggingunni ef þetta orðað þannig, sko. Þú segir að það er tækifæri þar að gera eitthvað meira? Já, klálega. Mér finnst það og þeir náttúrulega náðu á Evrópu núna og svo bara næsta skrifa að reyna að vinna deildina og ég held að það verður klálega markmiðið. Talar þess að uppbygging á Stjörnunni, þú veist, færðu góða kynning á hvað þeir eru að gera og svoleiðis? Já, og svo náttúrulega, þú veist, maður er náttúrulega búin að vera í kringum íslensk bolta helviti lengi, sko. Þannig maður sér alltaf bara, það er alltaf nýr og nýr sem mættur hann bara allt í einu í byrjunliði hjá Stjörnunni, einhver ungu gaur sem bara ógeðslega góður í fótbolta, þannig það er alveg framleiðsla þarna. Hafðirðu úr mörgum tilboðum að velja? Það var eitthvað fleira og þetta var bara erfið ákvörðun. Ég hugsaði hana mjög lengi og tók síðan bara ákvörðun að skrifa undir á Stjörnuna því mér leist best það. Skiptir máli að Stjarnan er á höfuðborgarsvæðinu? Já, það skiptir máli og við erum að fara að eignast annað barn í febrúar og mamma mín og pabbi er búið hérna og tengdamamma og svona, þannig að það skipti alveg máli, sko. Var erfitt að segja nei við Káa? Já, það var mjög erfitt. Þegar ég tilkynnti það, ég ætla ekki að lofa því, þá fylgdi því alveg kvíði, sko. Og það var bara því okkur leið svo vel þarna og gekk vel og þú veist, það var það sem gerði þetta svona erfitt, sko. Ég ætla ekki að spyrja út í öll félag á landinu en ég gerir ráð fyrir að Kári Árnason hafi eitthvað hringt, er það ekki? Já, ég held að það sé betra að ræða það við umbásmönnum. Já, það er eins og það er. Bara Stjarnan, hvað langar þið að gera þarna? Mér langar bara ég held að hendi fótboltinn sem þeir spila hendi mér vel og mér langar bara að vinna deildina með Stjörnunni og mér langar að gera bara sömu hluti og maður gerði með Víking hérna fyrir 2-3 ára síðan. Þannig mér langar að spila Evrópufótbolta, mér langar að standa mig eins vel og ég get, skora mörk og leiki upp og svo bara spila svo stóri leiki upp á eitthvað. Hvernig er að vera bara komin aftur alveg til Íslands? Það er bara fínt, sko. Ja, mér finnst það bara mjög gott. Mér fannst svona þegar maður kemur til Akureyrar frá Reykjavík, þá leið mér ennþá eins og ég væri út í útlöndum, sko. Það var eitthvað með þannig, sko. Þannig mér finnst svona fyrst vera núna komin til Íslands þegar ég kom til Reykjavík og bara mjög gott að vera komin og smá skirtin tímarann í Svíþjóð en við erum bara mjög sátt að vera komin aftur. Hvernig voru þessi mánuðir fyrir norðan? Ég var geggjaður. Það kom bara óvart eða segja eins og sko. Betri en ég bjóst við og það er bara ekki eftir kvart við neinu þar. Bara frábær klúbbur og frábær þjálfari og allir í kringu klúbbin, stuðningsmennir og bara allt. Það bara gekk allt mjög vel og okkur leið mjög vel. Þegar þú velur Stjörnuna, skiptir máli að þeir séu að fara að spila Evrópufótbolta? Já, mér langar að spila í Evrópu. Það var alveg það sem ég langaði að gera og mér langar að spila þessu stóru leiki eins og ég sagði áðan og keppa titilinn og það, já, ég myndi alveg segja að það hafi spilað inn í. Af þessum erfiða spurningin í restina, af þessum tilbúðum, var þetta besta tilbúðið? Fjárhagslega? Svo sem ekki, ég veit það ekki. Ég er erfitt að segja. Takk fyrir þetta, Birnir. Takk fyrir.